Kæru félagar, kæri vinir. Saga Sjálfstæðisflokksins saga framfara, saga frelsis og þjóðar sem braust úr mikilli fátækt og varð meðal fremstu velferðarsamfélaga heimsins. Þegar Jón Þorláksson, fyrsti formaður Sjálfstæðisflokksins, sagði árið 1930 að einstaklings- og atvinnufrelsi væri höfuðþættir í stefnu okkar, var hann að leggja grunn að þeim gildum sem hafa gert Ísland að því sem það í dag. En hann vara okkur líka við. Hann vara okkur við þeim öflum sem vilja kúga einstaklinginn, fjötra frelsi hans og taka af honum sjálfsákvörðunarréttinn. Þetta á enn við í dag, tæpum 100 árum síðar. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ávallt trúað á frelsi einstaklingsins, réttinn til að skapa, starfa og búa til verðmæti. Okkar hugmyndafræði stendur svo traustum fótum að aðrir stjórnmálaflokkar keppast nú við að gera okkar stefnu að sinni. En höfum hugfast að fortíð Sjálfstæðisflokksins ekki ávísun á árangur í framtíðinni. Við höfum öll séð nýjustu skoðanakannanir og þær eru óásættanlegar fyrir flest okkar. Þær gefa til kynna að við eigum ekki lengur erindi, að okkur hafi mistekist að ná til fjöldans. Það hlýtur að kalla á viðbrögð hjá okkur öllum. Því árangur næst ekki á sjálfu sér og við sem Sjálfstæðisflokkur þurfum aftur að þora að vera hægri flokkur. Við þurfum að þora að tala fyrir grunngildum okkar, ekki tómum orðum, heldur í verkum. Á næsta ári göngum við til alþingiskosninga. Það blasir ekkert annað við en að þétta raðirnar og ganga fylltu liði til þess verkefnis. Sjálfstæðisflokkurinn stærsta fjöldahreyfing landsins og félög verða aldrei meiri en það sem lagt í þau af félagsmönnum. Styrkur flokksins hefur ávallt legið í okkar öfluga baklandi og engin önnur stjórnmálahreyfing kemst nálægt okkur í þeim efnum. Ekki hin nýja Samfylking, ekki Viðreisn og alls ekki Miðflokkurinn. Forystan má aldrei hverfa frá grunngildum flokksins eða grasrótinni. Við þurfum að halda áfram að leysa málin sem liggja þungt á þjóðinni, eins og útlendingamálin sem ég mun áfram nálgast að festu og við munum hvergi hvika í því verkefni. Það nefnilega engin vöntun á stjórnmálaflokkum sem þora ekki að takast á við stóru málin. Samfylkingin talaði hátt og snjallt að hafa séð ljósið í útlendingamálunum í vor. En þegar kom að því að kjósu málið á þingi, sat hún hjá. Skýrt dæmi að falleg fyrirheit þeirra voru ekkert annað en innihaldslaust þvaður. Við í Sjálfstæðisflokknum vitum að þú stýrir ekki landinu með því að sitja hjá. Heldur með því að takast á við vandamálin, taka afstöðu og þora að standa með henni. Það undir okkur komið að varðveita þau gildi sem Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir. Ef við gerum það, þá munum við ná árangri.